Ingvar, gerir ráð fyrir að sé svona alls konar tilfinningar ákvarðat núna, hvernig það? Já, vissulega. Við fórum inn í leik ætlum að vinna hann en gekk ekki. Burtséð frá því að þá kannski úrslitin skipta í rauninni ekki höfuðmáli í þessu. Það hefði vissulega verið gaman að taka á móti bikarnum eftir sigurleik en svona á tímabili í leiknum þá hefur kannski meiri áhyggjur af því hvernig heilsa Helenu var og svo Þóru þegar hún meiðist líka borin út af. En hún virðist nú verið í lagi og Helena verður vonandi bara í fínu lagi. Hún upp á sjúkrahúsi að láta loka skurðinum á nefinu á sér og kíkja á það en svona ég vona að það hafi ekki verið neitt meira höfuðhögg en það. Það er svo sem eftir að koma í ljós en sjáum til. 26 eftir 18 mínútur fyrir ykkur og hvað finnst þið gerast svo? Ég veit það ekki, kæruleysi eitthvað. Við héldum að við þyrftum ekki að hafa fyrir þessu. Mér fannst við verið slakar varnarlega, lausir boltar og annað sem að Breiðablik átti og bara því miður þá vorum við ekki nógu klárar svona seinustu 30 mínútur í leiknum. Eins og segir, náttúrulega Þóra meiddist og Helena meiddist, er það bara í raun og veru skurðurinn sem er lokað, það er ekki átt nefbrot eða eitthvað? Jó, eins og segir, það er verið að kíkja á nefið á henni líka sko og það gæti alveg verið að það sé en eins og segir, það verið að ég hætti læknisfræðin eftir 3 ár þannig að ég get ekki alveg dæmt það. Lyfti samt sem áður deildarmeistaratitlinum þannig að þetta er nokkuð sérstakt samt sem áður. Já, ég meina frábært að geta gert það með rauninni verið búin að tryggja 3 leikjum fyrir lok og geta svona byrjað að haga undirbúningnum aðeins öðruvísi og meira farin að fókusera á úrslitakeppnina heldur en kannski beinlínis næsta leik. Þannig að við erum svona aðeins að fara að prófa okkur áfram með aðra hluti heldur en við höfum verið að gera og metum það svona í næstu leikjum hvernig það er að virka fyrir okkur og hvaða við tökum svo með okkur inn í úrslitakeppnina. Þessi 2 leikir, verður eitthvað erfitt heldur að mótivera leikmenn í það? Nei, það efast í stórlegum. Við viljum vinna hvert einasta leik og það verður ekki erfitt.